Skulum reikna þetta dæmi 33 og ég ætla að setja þetta upp. Það sem fyrsta sem ég myndi gera hérna væri að skrifa 1/6 í eina reit og svo myndi ég nota það á einhvern hátt og ef ég myndi nú bara gera það hérna jafnt og 1/6 þá fæ ég svona leiðindi að Excel breytir þessu fyrir mig í dagsetningu. En það er nú ekki alveg rétt. Þannig að ég þarf að breyta eins og hérna formatinu á þessum reitum sem ég ætla að fara að nota. Við skulum bara breyta þessu hérna í fraction. Svona. Ég ætla að setja hérna brotin inn sem að mér voru gefin. 1/6, ég fæ hálfan. Svo fæ ég 1/3. Í bænokkrum skuldar 1/6 heimilanna ekki neitt. Sem sagt, það er hérna 1/6 sem skuldar ekkert. Helmingurinn af bæjarbúum skuldar að meðaltali, eða sem heimilunum skuldar 15 milljónir. Svona. Og 1/3 af heimilunum skuldar að meðaltali 30 milljónir. Svona. Og þetta er svona vegin skuld, þannig að við skulum gera þetta svona. 1/6 sinnum skuldið þeirra. Við skulum gera þetta hérna við restina. Svona. Og skulum leggja þetta saman. $17,5 milljón sem sagt. En kannski viljum við ekki endilega hafa svarið okkar í fraksjón. Þannig að við kannski reynum að velja þetta bara hérna sem number og þá fáum við sem sagt 17,5 í staðinn fyrir þessa framsetningu hér. Í dæmi 34 er svipaða pælingu að ræða. Til þess að ég hafi pláss fyrir þennan reikning eða útskýringu öllu frekar, þá ætla ég að sýna ykkur, þá færi ég þetta bara upp eina línu og við fáum að í 20 manna hópi er meðalaldurinn 20 ár. Svona. Og svo framvegis í 30 manna hópi er meðalaldurinn 30 ár. 40 manna hópi meðalaldurinn 40 ár. 50 manna hópi meðalaldurinn 50 ár. 60 manna hópi er meðalaldurinn 60 ár. Svona. Þannig að við skulum núna finna, ef þetta er sem sagt hópastærðin, þá skulum við finna hver er heildarfjöldinn hana. Gerum bara hérna. Og þetta er 200 hérna hjá mér. Þess að gera þetta. Það skýrir það svona. En þetta er sem sagt heildarfjöldi fólks sem er í þessu dæmi. Nú skulum við athuga hver er heildarfjöldi ára á bakvið þessar upplýsingar. Hérna er 20 ár á bakvið hvern og einn í þessum 20 manna hópi. 20 manns sem eru 20 ára myndi þá gefa okkur 400 ár í heildina. Og við ætlum að gera þetta sama hérna við hina hópana. Svona. Finnum síðan heildarfjölda allra árana. Svona. Tökum þá heildarfjölda ára og deilum því með heildarfjölda fólks. Svona.